Jæja, ég ætla að kíkja með ykkur hérna í kaffi til hjónanna Níels og Ragnheiðar. Þau búa á Seljalandi í Hörðudal og eru búin að taka jörðina eða húsin á jörðunum alveg í gegn. Eru hér með ferðaþjónustu. Til dæmis í gamla húsinu hérna á Seljalandi. Þetta er ótrúlega fallegt, mikill og góður andi hérna inni. Við skulum taka þau tali og heyra að því sem að mig langar að kalla að lifa drauminn. Hvernig kemur til að þið farið í ferðaþjónustu hérna? Já, það kemur út til að því að við kaupum þetta til að eiga hey og í hestan okkar og vera með hagabeit hérna fyrir hesta. En svo bara þegar við erum komin hingað þá sjáum við að það er töluverð traffík af hestamönnum sem ríður hérna framhjá í stórum hópum. Já. Og dætur okkar hafa komið hérna ríðandi yfir frá Borgarfirði og þær töluverð það vantaði svo gistingu fyrir fólk. Og hérna var mjög vinsælt meðan Nesodin var í Dölunum. Nesodamótið og þá komi hérna ofsalega mikið af hestamönnum og það var ákveðin hópur sem kom alltaf og tjaldaði hérna. Það var allt fullt af tjöldum í Seljalandi. Það var strax talað það þegar við komum að hérna hafa alltaf verið gott að koma. Svo við byrjum að byggja þarna niður frá þar sem fólki tjaldaði áður. Það byrjuði að byggja svona smáhýsi þannig að fólk geti þá leigt hús í staðinn fyrir að vera með tjald. Þannig að svo innréttuðu við gamla húsið. Þannig að þetta bara, hestamennir eiginlega komu og fyrstu árin þá var þetta bara fyrir hestamenn. Er þetta í, hvað heitir það, þjóðleið eða semst gamla þjóðleiðin, hestareiðleiðin hérna yfir? Já, þetta er mjög mikið notað, hestamenn koma frá Valbjarnarvöllum eða Grímsstöðum eða ég veit ekki alveg hvaðan, en það er ofsalega fallegt að koma ríðandi upp Langafarsdal og upp á Sópandaskarð og sjá niður í Laugardal. Þetta er gömul askja, þannig litabriðin eru gífurlega falleg hérna í fjöllunum inn í Laugardal. Þannig það er ofboðslega mikil trafík af hestamönnum sem koma hér. Já. Og leiðin í norður. Og svo erum við að fá líka eins og til dæmis við erum að fá hestafólk frá Flúðum eða hvað annað sem kemur bara með hestan hingað og ríður svo dalina og gistir hérna og er hérna í fæði og hugulegheitum. Fæði, þú ert matreiðslumaður, er það ekki? Jú. Er það þess vegna, hafðirðu ástríðu fyrir því er þetta einhver gamall draumur af því að þú ættir að vera hættur að vinna, eða ekki? Jú. Þegar þú ferð að vinna það mikið og kemst ekki eins og svona hestbak. Já, þetta er svo sem ekki gamall draumur en það er alltaf gaman að elda og við svona, höfum verið að taka eftir við komum hingað þá höfum við verið að taka á móti ekki bara hestamönnum heldur líka að kemur hérna fólk utanfrá í óvissuferðir og enda hér í mat og þannig við erum að taka svolítið á litlum hópum í mat hingað líka Já. Það er alltaf gaman. Og þetta eru gamlu útihúsin sem eru búin að breyta í sal og herbyggi þá líka? Já, við erum herbyggi hérna sikkur megin við salinn, ólík herbyggi en það var alltaf meining og hugmyndin þessi salur hannaði með það að hérna geti búið til 2 herbyggi í viðbót með þennan inngang og svo inn í herbyggin og sal upp í hlöðu. Hlaðan er mikið breiðar og stærri, það var svona draumurinn að geta verið með og við erum með, í hlöðun erum við með, það er mest verið 90 manns. Það erum gervigras á gólfinu og svo höfum við með gashítara og rafmagnshítara og rættamót og annað, þá nota fólk hlöðuna. Og funduðu svo bara eftirspurn hjá hestamönnum og þannig að þetta er eitthvað svona, þegar við leiðist út í þetta. Við leiðist út í þetta og fyrst þegar við vorum komið með salin, þennan sal hérna, þá fórum við að taka á móti í gestum. Og þá meira sér, leiðum við bara út herbyggi hjá okkur niður í gamla húsi. En nú breytum við gamla húsinu og leigjum það út og það er byggt 1903, þannig við ætlum nú að rífa það. En svo þegar við komum inn þá sögum við, nei, þetta rífum við ekki, þetta dundum við að gera upp. Og þið eru komið, alveg alkomin hjónin hérna upp yfir? Já. Mér finnst það alveg magnað að fara úr því að vera að kaupa jörð út af túnum og svo bara orðnir ábúendur og ferðaþjónustu bændur á jörðinni. Já, það er alltaf nóg að gera. Þannig að í bænum þá var ekkert að gera ná að sitja í tölvu Svo sé ég að það er mikið að trjám hérna á alls konar aldursstígi. Þið eru líka í þessu? Já. Skógarbændur? Já. Þannig að til að geta færið þá þurftum við að gera það hérna í allt fjallið og við erum girt inn í Laugardal
Við erum með reitin í Laugardal þar sem við erum búin að setja niður og svo hérna alveg að landamærunum til norðurs og hérna við erum búin að setja niður 140.000 plöntur. 140.000 plöntur? Já.